Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun Maskínu á laugardagsmorgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og sósíalista, og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðhorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir í dag þá ræddi Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, kom að stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins, og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deilu. Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér? Já. Sæll og blessaður, gaman að hafa þig á línunni. Við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London? Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku þá var kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar það oft, veðrið oft svona öfugt, annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það oft mjög mismunandi veður. Einmitt, það sjaldnar sem að þú og ég, við fögnum báðir sama góða deginum. Einmitt. Já. En svo það þið pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skyldi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari Maskínukönnun DVF sem birtar á laugardag? Já og nei. Það kom mér ekki á óvart að meirihluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sig fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Nei. En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnum Sósíalistaflokksins og stuðningsmönnum VG sem hefur verið að spyrja í þessum könnunum. En það verður líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt. Vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt. En samt þetta alveg skýr niðurstaða, myndi ég halda, og kemur mörguleyti óvart vegna þess að bæði sósíalistar, forysta Sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið. Já, við þetta má bæta. Ég var með Sönnu, borgarfulltrúa hjá Vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja að hún væri enn þeirra skoðunar að við ættum að segja nei. Það eru margir. Ég þekkir þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með Sönnu mjög lengi. Já. Og við höfum, ég held að það er ákveðin, það er ákveðin bylgja meðal vinstrimanna og ég held að megi mörguleyti skýra það að svona tvennu leyti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram. Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkvort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstrimenn ekkert með Trump hafa að gera, þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að eina leiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður. Ég held að þetta sé ein af ástæðunum. Hin ástæðan það að svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á því sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið hafa verið hingað til svona, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleyti bestu dreggjar íslensks samfélags. Það að við erum að tala helstu rasistana
útlendingahatara og jafnvel trumpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstrimenn að hugsa, að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Og ég held að þetta gerir það líka að verkum að margir vinstrimenn og kjósendur og stuðningsmenn vinstriflokkana, og þá ég að tala sko vinstramegin við Samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf versta í samfélaginu okkar, og þess vegna sé verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp. Já. Þú segir þetta á mannamáli, verstu drægjarnar. Ég hugsa að þetta sé sé eitthvað til í þessu hjá þér, sko. Að hugsaður örlög Trumps líka, sko, sem hatar Evrópusambandi meir en allt annað, ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi. Það er svolítið fyndið. Það er það. En ég held að það sem að margir, sko, allavega sem ég þekki á vinstrivagnum, nú hef ég verið involveraður, ég var eins og þú sagðir, kom að stofnun VG, var á stofnfundinum þar á sínum tíma, þá varum við bara yngri, en núna, svo kom ég að stofnun Sósíalistaflokksins og eins og margir aðrir vinstri, menn þá yfirgaf ég VG þegar samstarfi Sjálfstæðisflokksins hófst og meðal þessa hóps og félaga minna hjá sósíalistum, sem að ég hef unnið mikið með eins og fólki eins og Sönnu, að því þú myndist á það, að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósíalistaflokknum og svona áður en að þessar klofningar komu fram, að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú, að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta. Já. Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósíalista sem að vildu skoða þetta. Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún stríti okkur pínlítið áðan og við þurfum að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En Guðmundur, sko, mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkana á Íslandi, þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál? Já. Ég held að það hafi verið. Ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósíalista, þá var tekin viljandi svo ákvörðun að ákvörðun um inngöngu í Evrópusambandið yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það. Við töldum reyndar ekki að þetta væri mál sem myndi koma upp svona fljótt, en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fóru að snúast aðeins hraðar, og ég held að það hafi sko komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafi verið teknar. Ég veit það að þetta var allavega meðal sósíalista sem ég þekki mjög vel til, og ég veit það að það allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammála með flestum málum, ef þeirra helst kemur á Evrópusambandinu, að þeir styðja að við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi. Þannig ég held að það var allavega svo ákvörðun sem var tekin, en þó hefur verið núverandi stjórnvöld í sósíalistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu, og það hafa verið stofnaðir, það allavega komin einhver hreyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnum, vegna þess að forsendur vinstrimanna gegn Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhvers svona hypernationalisma. Einmitt. Sko, áður en við förum lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur? Já. Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
Já, ég ætla að kjósa nei vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð þar sem maður ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsmálum að ég er mikill alþjóðasinni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinnað fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá lýðræðislegum sjónarmiðum, þá það fyrst og fremst efnahagslegum sjónarmiðum að ég sé enga ástæðu fyrir því út frá efnahagslegum sjónarmiðum að gangi í Evrópusambandið. Það virðast vera helstu rökin núna þau að það sé nauðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandinu og við ætlum að taka upp evru. Vandamálið með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir 10 árum, að þar voru þeir settir fót fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér eins og þeir vildu og þeir höfðu ekki að flótta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera, það að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna, en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins, að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engin tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankana á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi. Og þeir gátu líka ekki fleytt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp nýtt hagkerfi og meðal annars krónuna hjálpa okkur að byggja ferðamannaðina sem var miklu erfiðara þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og lýðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að við séum best utan Evrópusambandsins og þá getum við líka spilað. Ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum Evrópska efnahagssvæði sem ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hentað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökum ýmsum reglugerðum sem hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína, enda erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína og bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnahagslegu og lýðræðislegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það. Hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandið breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana, yfir það að verða meira, það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagslega European Social, eins og það er sagt á ensku, að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandið. Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnunmaskinu sem birt var í DFF. Það margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í ágúst. Það 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum, þannig að þarna stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan, Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks Viðreisnar segja á 91% Samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi í ESB. Þórildur Sunna, fyrrum þingmaður, komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Octavíu, formann Pírata á dögunum, þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni Pírata núna sé að miklu leyti að uppfræða og starfa samkvæmt þeirri sviðsmynd að greiða götu Íslendinga inn í
ESB 83,3% vinstri grænna og 71,6% sósíalistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lygilegar, ekki satt? Jú, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmanna þessara flokka væru tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem það eru margir sem vilja skoða pakkan. Vandamál með, þó þeir séu ekki búin að taka ákvörðun það að það getur verið hluti af þessu fólki og svo þetta fyrirvarinn að þetta er ekki rosalega stór hópur þannig að það getur verið einhverja sveiflur því. En ég held þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri afstæki sem orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið að aukast á Íslandi og fyrir þeim Evrópusambandið svona einhvers konar brjóstvörn gegn því. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég mjög efins vegna þess að Evrópusambandið mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meiri háttar undanþágur fyrir Íslendinga vegna þess að það geti opnað fyrir þeim, þá fara allir að spyrja hversu ekki ég. Já. Og ef maður bætir við þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland fyrir nokkrum mánuðum hafi í þessu samhengi Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að Íslendingar horfðu eiginlega hálfpartinn upp á það að Evrópusambandið, allavega lönd innan Evrópusambandsins, og má segja með Evrópusambandið líka, þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beygja sig svolítið í duftið fyrir Bandaríkjamönnum, að þá hafi það stoppað þessa vegferð Trump sem að Evrópusambandið, menn sáu það fyrir sér að Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmörk hefði ekki getað það. Þannig að það spilar alveg örugglega inn í. Nú, hve mörg atkvæði á bakvið þessi 71,6% sósíalistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst, eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta en það áhugavert að fyrir 3 dögum þá ályktar sósíalistaflokkur Íslands. ESB efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapítalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og síonisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið af þessu tekur þú? Ég tek nú alveg undir hluta, þetta fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú teikt sig aðeins svo langt með því að ég sé, ég held að þegar að kemur að standa í lappirnar gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona alheng síonisma að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkfæri í því. Þetta sé fyrst og fremst að Þjóðverjar hafi ekki staðið í lappirnar og mörg önnur ríki. En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því. Ég held að þetta hafi nú verið óþarfi. Ég stúderaði sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði og ég lít, fyrir mér þetta, og ég mikill alþjóðasinni, og fyrir mér þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandið ekki vera efnahagsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau. Ég tel það út frá hagfræðileg sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil til að halda efnahagslegu sjálfstæði. Ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandið má segja hafi komið fram við þriðjaheimsland og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau. Ég man það alltaf. Ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem var
var meðal annars að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Ghana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Ghana mjög á náttúrulega gert til dæmis mjög veð til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktun var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst, frá Evrópusambandinu. Og margir hugsaði, hvernig stóð á því að þeir geta verið samkeppnisfæri? Jú, Evrópusambandið með massífa ríkisstyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun og veru að þvinga Afríkulönd sem hafði ekki úr miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleiðslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörg að taka og það margar svona skammir sem má gefa Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við erum viðkvæm fyrir það sem myndum kalla á ensku asymmetric shock. Það að segja, við getum átt við hagfræðilega, við getum átt í efnahagsvandræðum sem á skjön við það sem að gerast í heiminum. Taka sem dæmi ef að þorskstofninn hryndi, bara taka eitt dæmi. Til dæmis þegar síldastofninn hryndi á 9. áratugnum, það var mikil uppsveifla í hagkerfum heimsins, en Ísland voru í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos, til dæmis eldgosloki fyrir ferðamanniðinað. Taka sem dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisleg sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að ef við erum inni í evrópska með evru að það engin ástæða fyrir það mun aldrei leiða til þess að evrópski seðlabankinn mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restina af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkosti og fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilegt. Ég get sagt það bara hreinskilnilega að því ég líka með kosningarétt í Bretlandi að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusamband vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendingar. Þannig að ég ekki þetta ekki fyrir andstæða mín við inngöngu Íslands í Evrópusambandi ekki byggð á einhverjum svona tilfinningarökum eða einhvers konar fyrir mér þetta hluti af svona lífsskoðun minni það og andstöðu við nýfrjálshyggjuna og kapitalisman í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðin birtingamynd innan Evrópusambandsins. En ein pæling þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu, hvað á forystun að gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig best að bregðast við? Eðlilega myndi maður halda að ég held að svona kannski út af einstökum málum, þó þetta séu mjög mikilvæg mál eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því. En það sem mjög mikilvægt það eðlilega að hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína en í þessum málum það ákveðin klofningur meðal vinstrimanna almennt og meðal hægrimanna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til þess Viðreisn mjög líklega sá flokkur sem hliðhollastur Evrópusambandinu á öllu, en Viðreisn þetta púra hægri flokkur og Samfylkingin hefur lengi verið Evrópusinnuð, ef maður lítur á vinstrivænginn. Þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur orðið ákveðnuleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið að segja.
Í Danmörku hefur þetta aðeins breyst. Socialist Folkeparti í lórið hliðahótt Evrópusambandinu og það getur verið gagnrýni á sumar hluti. NS-listin gegn því. Rautt í Noregi gegn Evrópuskoðanir á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram. Að sko auðvitað eiga forystumenn, svo ég endurtaki það sem ég byrjaði með að taka tillit til kjósenda, en ég sé fyrir mér að mörguleyti hljóti þetta vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis, ég segi fyrir sjálf mig, ég á mjög góða samherja, pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar kemur að Evrópusambandinu og það mun örugglega halda áfram á vinstri vagnum. Einmitt. Heyrðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhorfendum upplýsandi. Áhugaverðir tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei? Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hræddur við að þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samningaviðræðum Evrópusambandi, þá byrjum við aðlögunarferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í kok af hægri flokkum og Trump auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegðað sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið og bara ákveðnu leyti svona á tilfinningunum. Ég hefði viljað sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægðari með þessa, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljákka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Þannig að það ástæðan fyrir því ég auðvitað sammála því ákvörðunin hlýtur að vera með þjóðarinnar, en ég bara hræddur það að við séum að ana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða. Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveðjur til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur. Já, ég þakka fyrir og það alltaf gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið. Sömuleiðis takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér handan við hornið. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.